Here we are again. Já. Gaman að fá þig heimsókn. Gaman að koma. Loksins bauðstu mér. Loksins bauð þér aftur. Já. En það var svo, mér þóttu svo vænt viðtalið sem við tókum síðast. Það var mjög vel hefnað og ég hafði rosa gaman að tala við þig. Ég fekk alveg svakalega mikið viðbröð við þessu viðtali. Já, það. Ég held þú áttir ekki á því. Ég hef aldrei, og ég hef búin að vera lengi í fjölmiðlum í gegnum tíðina. Ég hef aldrei fengið svona mikil viðbröð. Trúðu mig, Sölvi. Við neinu viðtali? Nei. Það svoleiðis. Og hvað vorum við að tala um? Vorum við að tala um eitthvað merkilegt? Vorum við ekki bara að tala um lífið? Sko, það er mjög algengt að sérstaklega finnst mér þegar viðtöl hefnast vel. Já. Að þá fer maður í eitthvað svona smá blackout. Maður, það er eitthvað flæði. Já. Og svo, ég var alveg að lenda dálítið oft í því að fólk hringdi í mig, kannski nokkur ég fór alltaf að hafa smá áhyggjur, hvað vorum við að tala um? Ég man ekkert hvað vorum við að tala um. Var þetta í lagi eða? Þannig ég man ekkert hvað vorum við að tala um. Ég man bara vorum að tala um lífið og tilveruna. Jú, við töluðum aðeins um svona söguna þína, fjölmiðlana, töluðum um hvernig þú varst að reyna að ná til pappa þins þegar þú varst í þulu starfinu. Akkurat. Svo spáður eitthvað fyrir mér. Já, ég man ekki svona hvað kom fram. Ég man að nei, ég man það ekki heldur. Ég veit bara að ég er önnur en ég var þá. Hvað er mörg ár síðan við gerum þetta? 1,5. Já. Svoleiðis. Ég er önnur en ég var þá. Þú ert annar en þú varst þá. En það er ennþá þessi kærleikslína á milli okkar. Algjörlega. Og hún mun aldrei hverfa. Nei. Og ég mun aldrei hætta að elska þig. Sömuleiðis. Já. Og hún er bein og opin. Við eiginlega þekktumst ekkert, við höfum bara svona spjallað eitthvað pínlítið áður en við tókum síðasta viðtal, sko. En svo vorum við búin að náttúrulega spjalla svolítið saman eftir það og sko það sem að ég dáist af við fólk eins og þig er, ég sé svo mikið, það sem ég finnst flottið þér er að þú ert komin á stað sem ekki margir komast á, finnst mér, sem er að sko fyrst fattar fólk inn í sér að þetta er smá svona, nú er ég með smá svona tilkottu. Ég elska það. Kottu með það. Fyrst fattar fólk inn í sér að það er eitthvað sem er svolítið svona, þú veist, ég er ekki alveg fitt inn í þarna, ég er öðruvísi og þú ert örugglega löngu búin að fatta það. Svo eru mjög margir sem bara slökkva á þeirri rödd og reyna fitt inn. Svo er fólk sem segir, ok, ég er kannski bara aðeins öðruvísi en hinn og eitthvað. Og þá ferði einhverja svona skamta í því og þá kemur kannski tímabilið þar sem allir eru bara heyrðu, sérstaklega úr Pöggblíkvíkur hann er bara alveg búin að missa hún er alveg búin að missa og ég man að ég tók viðtal við Óla Steff á ekkert ósvipum tíma tók viðtal við þig og ég held að þessi bæði búin að fara í gegnum tímabilið þar sem að fólk er svolítið þar yfir í allt í þennu því standið það mikið með sjálfum ykkur að fólk fer að elta ykkur að því langar að vera öðruvísi og því langar að vera aðeins óhefbundið. En sko þegar þú segir þetta og ég allavega á hverjum einsta degi þá er ég að standa með mér en ég þarf að gera á hverjum degi. Það er nefnilega þannig að fólk kannski hitti mig sem með mér í Vestló býtu þú ert ekki Elli sem ég man þú hegðar þér ekki eins og ég man eftir þér akkur er allt í hennu farin að mála og ert eitthvað listakona já, það er það sem ég geri já, ég vil fá Elli sem var hvar er hún? Af því við erum alltaf að þroskast eins og þú og við erum að fara í gegnum reynslu og heimurinn hann gefur okkur reynsluna ytra fólk og aðstæður og þá er bara annarkvort að standa með sér sama hvort aðri vilja fá gömlu Elli eða eitthvað annan sem það hélt og halda bara áfram ég er þar og vistu það ég er þar á hverjum einasta degi. Hvernig, þegar þú segir þú þurfir að standa með sjálfur, hvernig gerir það? Ertu með ferðu með einhverja staðhengar? Ég er með tattu á lærinu, ég flúraði á miljón og ég fer fram úr og ég stíg í fótinn sem er hægri fótleggur og það er hugrekki mitt. Já, þetta er fyrir mig og svo fer ég beint inn á bað og ég tannbursta mig, horfi í speilin, horfi á sjálfa mig og ég segi, Elli, ég elska þig eins og þú ert og ég stend með þér. Ég er besta vinkona þín, sama hvað aðri segja eða einhver hefur sagt við þig eða þig, skiptir ekki máli. Í dag stend ég með þér, Elli.
Svo bara held ég áfram, fer fram, fæ mig kaffi mitt og ég finn að ég stend með mér. Þetta bara þetta hljóma kannski svolítið eitthvað, ég veit það ekki, en þetta mín leið til að hjálpa mér og standa með mér. Það skiptir máli. Já, sem náttúrulega bara, við erum örgulega rosalega mörg, með bara æskusár og svona röng forrit og þá þarf maður náttúrulega bara endur forrita sig. Og þú veist, eins og ég tala fyrir mig, tímabilin sem ég hef verið í bara einhverju bíluðu sjálfsniður yfir og ég sé mig allt öðruvísi en allir aðrir sjá mig, þá þarf ég að forrita mig upp á nýtt, sko. Þú þarfst að enduræsa þig. Ég meina, einu sinni var ég að skrifa slúður fyrir Vísi í gamla daga. Alveg rétt. Já, og yfirmaður minn sagði bara, já, nú tekur þú slúðrið á bresku, eins og Bretandi gera og þeir eru hræðilegir. Á næsta level. Já, þetta bara gula pressan og ég átti að ná tölum og ég fór á Daily Mail og fann þar einhverja fréttir og ég fekk frunsur, mér leið svo illa, en þú þarfst að gera sem þeir eru sagt að gera. Það var stofnuð, þá var Facebook töluvert nýtt og það var stofnuð Facebook síða Rekið Elli Ármanns og ég veit ekki hvað voru mörg þúsund sem lækuðu þá síðu. En ég hugsaði, ég ætla að standa með mér, ég þarf að klára þetta verkefni, svo fór ég úr slúðrinu. En það var bara þjálfun fyrir það sem ég er að gera í dag. Já. Ég lærði að taka gagnrýni, vinna hratt, en sérstaklega þegar það verið að tala hann í fjölmiðlum og heimurinn ákveður og umhverfið ákveður að maður sé eitthvað annað en maður er. Og ég veit að þú hefur fundið fyrir því líka. Og þá þarf maður að tengja sig við sig og minna sjálfan sig á hver maður er. Ef eitthvað er sagt nógu oft mann eða við mann, þá fer maður stundum bara að trúa því. Algjörlega. Já, og þá er mjög gott að nota speil og horfi í speil. Ég get til dæmis aldrei spáð það sem er speil. Það er svo komið út úr hún. Já. Japs. Hljómar skrítið, hljómar eins og eitthvað hippabull. Já. En það er önnur vít sem speglast þar í gegn. En það er gott að nota hann fyrir sjálfan sig. En þess að þjálfunarbúðir sem þú ert að lýsa þarna, það fara mjög fáir í gegnum svona þjálfunarbúðir. Og maður hugsa bara, meðal manneskjan fær ekki svona æfingu í áliti annara, neikvæðu áliti annara. Nei. Og meiri segja ég, þó ég hef verið búin að vera opinber fígur og svona lengi, að þegar að skeiðu þarna, miklu hlutir hjá mér, ég var ekkert búin undir þetta. Nei. Af því að flest allt sem ég hafi gert eiginlega öll þessi ár hafi verið bara svona frekar jákvætt og, og þá hugsa maður það er á einhvern nátt sérstaklega þú ætlar að vera einhvers konar public fígúra þá verður að fara í gegnum svona skóla sko. Sko, þetta er eins og að vera fyrir einelti eða vera í ofbeldissambandi lengi þá týniru oft bara sjálfum þér og þú veist að þú gerðir ekkit rangt þú veist hver þú ert og þú er alltaf vandað þig þó að þú hafi kannski sagt ykkur á hluti í reiði eða svoleiðis og þá þarf maður bara að halda áfram, staðfesta og minna sjá hver maður er og vera í kringum fólk sem lætur manni líða vel. Trúðu mér, ég er að spá fyrir mörgum og ég er að tala við mjög marga og það eru mjög margir sem sætta sig við ofbeldissamband þar sem það er bara alls ekki að blómstra og það er einhvern veginn, það er í sektarkennd, það er eitthvað sem segir við komandi þú ert svona og átt ekkert betra skilið og þá fyrir fólk að trúa því að það sé manneskjan með sektarkendina og þá þarf maður einmitt að maður þarf að forrita sig. En er ekki líka því þú kemur inn á þetta að þú sagðir á þann að þú væri breytt síðan við hittum síðast og ég væri breyttur líka og ég vona það að ég sé breyttur en talandi þetta stíg út úr einhverju svona aðstæðum oft erum við eiginlega bara við erum hræddari við að gera breytingar heldur en að vera í einhverju hræðilegu Vaninn er svo sterkur og það er eitt svolítið merkilegt og þetta eru vísindi, þetta er ekki eitthvað hippa spátumsdæmi líkaminn hann elskar vana Sölvi, við erum í vana, það gerist ekkert annað en gerist, ekkert óvænt gerist, við erum bara hér í vananum, við erum ekkert að fara út fyrir það. Heilinn þráir eitthvað nýtt og hugsanir þínar og tilfinningar eru eitt. Tilfinningar elta hverja hugsun, fylgir alltaf að. Og þá þarf maður að passa sig að láta vanan ekki halda manni í fortíð.